Ég ætla að kynna í örstuttumáli Microsoft Engage. Hét áður Yammer, sem kannast eftir við það undir því nafni, en heitir núna Engage. Og þetta er forrit, þetta er hugbúnað sem að Microsoft keypti fyrir þó nokkrum árum síðan. Mér fannst það alltaf sniðugur, þetta er eins og innanhús Twitter, innanhús Facebook, eitthvað svona blandað þessu tvennu og er hugsað í dag allavega fyrir svona nútíma fyrirtæki sem er með dreifðastarfsemi, fyrirtæki þannig sem starfsfólk getur unnið að hluta til heima eða jafnvel að öllu leyti heima hjá sér í öðru landi jafnvel, og svona leið til þess að miðla hugmyndum, fróðleik, pælingum, bara hinu og þessu. Ég lokka mig yfir inn bara á office.com, ég finn Yammer hér, hjá mér, getur verið aðeins öðruvísi staðsett hjá ykkur, og hérna stendur your all caught up here, vegna þess að ég er búin að lesa allar fæslur frá öðrum. Þetta er svona straumur líkt og bara er á Facebook og Twitter og öllum þessum forritum, en hérna get ég kallað minn straum fram, og eins og þið sjáið þá er þetta bara stuttar fæslur. Þetta hentar eiginlega best fyrir stuttar fæslur. Ég hef verið að gera dálítið langar fæslur líka, en formati fyrirkomulega á sig hentar ekki nógu vel fyrir þær. En það mér skilst að Microsoft ætti að breyta því aðeins. Þannig að ég get verið að setja bara ýmislegt þarna inn og fólk getur elt minn straum, og fólk getur sem sagt bara elt þá aðila innan fyrirtækisins sem að það óskar, þannig getur móta svona dálítið hérna hvað það er sem það sér. Það er líka í þessu samfélag, svona communities, og það finnst mér mjög sniðugt. Hér er til að mynda samfélag þróunarverkefni sem við nokkur í yðinni erum að vinna, og þá getum við sett inn fæslu bara þetta þróunarverkefni, og fólk getur þá ákveðið eða vill fylgjast með þessu þróunarverkefni, þá bara gerist það, þá eltir það þetta samfélag. Ef það verður ekki á þessu, þá gerir það bara ekki. Nú það er að koma ýmsir nýju möguleikar inn í Engage sem að gera þetta þá dálítið öðruvísi heldur en Twitter eða Facebook. Hér er að koma fyrirbæri sem heitir leaders, þá er þetta skilgreina leiðtoga, answers, þá er þetta hafa þannig að fólk spyrji spurninga og einhverju ákveðnir aðilar geta svarað þeim. Þannig að þetta er að taka dálítlum breytingum, og ég myndi segja á heildina litið þá væri þetta alveg stórsniðugt verkfæri sem er sjálfsagt að kynna sér miklu betur.